Miðhálendi Íslands er einn mesti fjársjóður landsins. Það þekur 40.000 ferkílómetra og er eitt stærsta óbyggða svæði Evrópu. Á miðhálendinu má finna eldfjöll, jökla, vatnsmiklar ár og fossa, litrík háhitasvæði, víðfeðm hraun og svartar sandauðnir sem kallast á við viðkvæmar gróðurvinjar. Þjóðgarður á miðhálendi Íslands myndi tryggja vernd þessa svæðis og leið gæti hann skapað mörg tækifæri til náttúrufræðslu, útivistar og atvinnusköpunar í landinu. Þannig gæti þjóðgarður til dæmis stuðlað að auknum atvinnutækifærum í hinum dreifðu byggðum landsins. En hvað felst í þjóðgarði? Þjóðgarður þýðir náttúruvernd, en hann getur líka skapað samfélagsleg og efnahagsleg tækifæri. Svæðum innan þjóðgarðs má nefnilega skipta í mismunandi verndarflokka. Það er að segja landsvæði í þjóðgörðum geta notið mismikillar verndar. Tilgangur þessara flokka er að endurspegla markmið landnýtingar og verndar og koma þannig til móts við þarfir þeirra sem vilja njóta náttúrunnar. Og hvað þýðir þetta þá í raun og veru? Þetta þýðir að stofnun þjóðgarðs getur tryggt náttúruvernd en jafnframt yfirsýn, heildstætt skipulag og ekki síst aðgengi. Á einstökum eða óvenju viðkvæmum svæðum getur þó þurft að takmarka aðgang til að eyðileggja ekki náttúrulegt ástand þeirra. En í þjóðgörðum er líka lagður metnaður í að skapa umgjörð fyrir fræðslu, ferðalög og útilegur. Þá er jafnt við gönguferðir, jeppaferðir og ferðamennsku á öðrum ökutækjum. En allt er þetta stór partur af því að njóta náttúrunnar í þjóðgörðum allan heim. Í þjóðgörðum getur einnig verið lögð áhersla á að hefðbundnar sjálfbærar veiðar séu stundaðar. Þannig geta ábyrgar veiðar aukið áhuga á því að vernda svæði og þær dýrategundir sem þar er að finna. Og ekki má gleyma að hefðbundin landnýting á sér tilverurétt í þjóðgörðum. En rík áhersla er lögð á að sú nýting sé sjálfbær og einungis á svæðum sem þola beit. Svo er mikilvægt að muna að eitt af markmiðum með stofnun þjóðgarða er að það skili sér í efnahagslegum ávinningi með því að styðja við ferðaþjónustu í samfélaginu. Enda sýna dæmi frá ýmsum stöðum í heiminum að fjárfesting í þjóðgörðum skilar margföldum tekjum tilbaka til samfélagsins. Svona er hægt að sjá fyrir sér þjóðgarð á miðhálendi Íslands. Saman getum við skapað þjóðgarð þar sem allir geta notið miðhálendisins á forsendum náttúruverndar og sjálfbærrar þróunar.